mótsins. Með mér Sunna Þrastardóttir og við ætlum að lýsa þessum leik hérna fyrir ykkur. Já, áðan fór fram fyrsti leikur í undanúrslitunum þar sem að Þróttur-Nes tók á móti HK fyrir austan með 3-0 afgerandi sigri Þróttur-Nes. Já, vængbrotið lið HK með Hjördísi meidda. Vonandi verður hún klár í næsta leik. En hér eru bæði lið held ég fullmönnuð. Við vitum ekki annað. Jú, sýnist það svona í fljótu bragði. Og það er mánuður síðan að Afturelding spilaði síðast leik. Og það var í undanúrslitum bikarkeppninnar. Já. Og það var ekki góður leikur að þeirra hálfu, þannig að þær hafa haft núna mánuð til þess að rífa sig upp úr þeim leik. Já. En þessi lið hafa mæst þrisvar í Mísónudeildinni. Fyrsti leikurinn fór 3-2 fyrir Stjörnunni. Leikur nr. 2 fór 3-1 fyrir Aftureldingu og Afturelding tók þriðja leikinn líka 3-2. Þannig að það má alveg búast við hörkuleik hér í kvöld. Það er Stjarnan sem hefur leik og fyrirliði Stjörnunar Rósa Dögg í uppgjöf. Það er bara að byrja á. Þessi er inni. Ég er að velja Stjörnunni. Já, liðið er búin að vera svolítið í pásu núna. Páskafríið búið og spurning hvernig liðið komast enn til leiks. Það er Ragnhildur. Fínur og lauma. En góð lágur þetta hjá Stjörnunni. Og Heili. Og þetta er í gólfið. Fínt að fara yfir dómarana. Það er aðaldómari í þessum leik, Jón Ólafur Valdimarsson, og á gólfinu er Árni Jón Eggertsson. Það er Mikaela í uppgjöf. Góður ás hérna. Já, heppin eða kannski verður þetta bara planið. Það er alltaf spurning hvort að menn sé að miða á netbruna. Slök móttaka þarna hjá Sólu og Sigdís á miðinni. Þessi er úti. Já, 2-2. Þetta byrjar vel. Bæði lið svona aðeins að þreifa fyrir sér. Og Ragnheiður Tryggvadóttir með fínu uppgjöf hérna. Mikaela og Sigdís aftur á miðinni. Þessi er inni. Við sjáum að María Rún Karlsdóttir er ekki í byrjunarliði Aftureldingar. Hún spilaði stóran hluta af leiknum við Þrótt-Nes í undanúrslitum bikarkeppninnar, en hún er hér á varamannabekknum. Kannski ekki orðin ennþá alveg fullfrísk. Nei. Viskileikur hérna hjá Aftureldingu. Klauvalegt stig sem það fengi á sig þarna. Liðið skiptast á stigum hér í upphafi. Og það er Dýrleif í uppgjöf. Og þetta er bara í blá hornið. Smyr hann í hornið þarna. Glæsilega gert hjá Dýrleifu. Já, 2 ásar konir hjá Stjörnunni. Fínar uppgjafir hjá þeim. Aftur! Miskilningur þarna. Það er að haft tíma páskana til að hafa uppgjafinnar. Stjörnustelpur. 5-3. Þessi er úti. Hitti boltan illa virtist vera þarna. En já, Afturelding satt hjá í fyrstu umferðunum
enda í öðru sæti í deildinni en Stjarnan komin hingað eftir 2 sigra á móti KA. Já, það styttra síðan þær spilinu og það er spurning hvernig það, hvort að þessi pása, langa pása á Aftureldingu, hvað hún á eftir að gagnast þeim eða verða þeim til trafala. Já. Glæsileg sókn hjá Fjólu Rut Svaðsdóttur á miðjunni. Og þá er það Hayley Hampton í uppgjöf. Rósa og Brynja á kantinum. Tekur af slaginu þarna og setur hann beint í miðjuna. Þannig er afturlínu vörnin hjá Aftureldingu allt og aftarlega. Bara skilur eftir stórt bil hérna í miðjuvellinum. Brynja komin í uppgjöf. Flott uppgjöf, enn og aftur eru Stjörnustelpur með frábæru uppgjafir. Þær byrja þessa fyrstu hrinnu mjög vel. Hvað fjóruði ásinn? Já, hóttu það. Og aftur frábær uppgjöf og vandræði. Þórey ekki alveg að finna sig í móttökunni. Vandræði enn og aftur í móttöku. Færi á Stjörnunni. Góð blokkana hjá Fjólu. Sóley spilar upp á Erlu. Kærulaust þarna. Ekkert annan kæruleysi hjá stigasta leikmanni deildarinnar, Erlu Rán Eiríksdóttur. Já, hann á að gera miklu betur þarna. Hann stóð bara á gólfinu og landi boltann mitt í netið. Þórey í uppgjöf. Frábær móttaka þarna á Stjörnunni og aftur er línan hjá Aftureldingu full aftarlega. Þær þurfa eitthvað að lesa þetta betur. Já. Það var Ásthildur Gunnarsdóttir í uppgjöf. Bombar þennan bara í netið. Kom að því að klikkaði uppgjöf hjá Stjörnunni. Já. 10-7. Já, allan á 4 ásar komnir hérna, eins og segir. Já, fín byrjun hjá Stjörnunni í þessu leik. Afturelding svolítið svona ekki alveg konar í gang. Þarna er Þórey og Fjóla. Ég fær þennan. Það er Dýrleif, Hayley, vera nú of langt. Já, þarna hefði Dýrleif getað refsað þeim betur. Elína laumar. Þetta eru 4. Bara í neti. Já. Ekki sammála dómaranum hana. Nei. Þessi hoppar í netstrenginn. Já. Það er Rósa Dögg í uppgjöf. Já, athyglisvert að Erla er ekki búin að fá neitt uppspil. Einasta bolta, nei. Þórey úr afturlínu. Já. Frábærlega slegið þarna. En, nei. Hann segir rétt flotið út. Það var vel gert hjá henni. Bara óhikað þarna. En Edvardó tekur leiklega fyrir Aftureldingu. Enda undir 5 stigum, 7-12. Já, ekki góð byrjun á Aftureldingu. Nei. Og það á heimavelli. Það er spurning hvort að þetta sé taktík hjá Stjörnunni að hvíla Erlu aðeins. Ekki að láta hann að bera allan þungan á sókninni. Já. Reyna að koma hinum kannski í ganga aðeins líka. Já, og það líka hefur bara ekkert þurft þess. Þar eru 5 stigum yfir og Erla er ekki búin að snerta boltann, svo gott sem. Nei, og er að skora svona tiltölulega auðveld stig. Já. Þetta er eitthvað smá taugatitringur hjá Aftureldingu. Ætlaði að giska. En
Rósa getur verið erfið í uppgjónum. Það hvað gerir hér. Frábær uppgjöf. Þarna Þessi er inni. smerar hann á línuna. Það var það uppspilari Afturhendingar, Mikaela í uppgjöf. Góð uppgjöf. Fín móttaka hjá Sólu. Niður svo. Og þessi er úti, rétt út. Þetta er ágætis móttaka hjá Stjörnunni og Lauma. Ragnheiður. Nú er færi hjá Afturhendingu. Frábær hávörð þarna. Glæsileg blokk hjá Erlu. Já. Það fer ekki svo auðveldlega gegnum hana. Nei. Fyrsta stig hennar er blokk. Já. Enn einn ásinn hjá Stjörnunni. Þetta er einkennilegt að sjá heimaliðið sleppa svona mörgum boltum sem að detta bara við aftur að þeim. Já, Kristína þarf að vera aðeins frekari þarna. Frábær uppgjöf. Þóri er greinilega eitthvað. Þær er að miða á hana. Já, hún er dálítið óörugg og Edvardó tekur leikli. Spurning hvað þetta getur gert ef að þær er að leggja Þóri svona í einelti eins og þær virðast vera að gera. Hvaða spil hann hefur upp í erminni til þess að breyta því. Kristína þurfi bara að vera frekari hana. Taka meira pláss. Þessi kantstaða hefur verið svona, hún hefur verið svolítið rúllandi hjá Afturhendingu vetur. Þær hafa nokkra spilað. Já. Já, spurning. Steinun og Þórey og hvað María náttúrulega. Það var fín móttaka. Lauma. Glæsileg Lauma, en Ragnheiður er þarna. Það var Rósa ekki tilbúin alveg. Heili, nei, Hafnar Heili. Slær eftir blokkinn og út. Fín sókn í Afturhendingu þarna. Fengu léttan bolt yfir og refsuðu Stjörnunni. Góð uppgjöf hjá Velínu, Sóley og Brynja. Fín vörn. Mikaela, Þórey laumar þarna. Já, vel gert hjá Góð henni. lauma. Svolítið læsingur þarna í Stjörnunni. Það voru komna 2 rundir hann að bolta. Það hefði kannski geta gert betur. 11-15. Afturhending aðeins að saxa núna. Góð uppgjöf. Ekki sókn hjá Stjörnunni. Heili, Erla. Frábært slag hjá henni þarna. Sló þarna í netstrenginn og truflaði lágvörðina. Já. Fín skorpa hérna Afturhendingu. Glæsileg uppgjöf. Og Erla fær Þarna fær uppspil Erla þarna. loksins boltan. Ekki var uppspilið samt nógu gott. Og Heili, glæsilega sókn á línuna. Glæsileg vörn. Og Brynja. Laumar honum yfir og sveitir sig. Og Heili. Og hávörnin. Og þetta var dýrleg, sýndist mér. Já. Lokkuð á hann aftur þarna. Frábær vörn þarna hjá Sóley áðan. Þegar Heili sló niður með línunni. Og þarna ætlaði hann að reyna að slá krossinn en Loki lokkaði. Stjarnan sleppur úr þessu áhlaupi Afturhendingar. Enn og aftur er Þórey í vandræðum. Rósa og Ásthildur. Mikaela, Já, maður gera vel Afturhending þarna. Lauma. Erla, Brynja. Nú er tækifæri. Miðju sókn. Safeties. Bara laumar þessu inn á miðina.
var dýrlega ekki nógu vakandi. Aftur er því búin að minnka þetta hérna í 3 stig. Brynja Já, setur hann rétt út. þetta er úti. Já, rákjærlega slegið á henni hana. Hitt ekki völlin. Brynja með góða móttöku og Erla. Þarna kemur Erla. Kom loksins almennilegt uppspil. Maður ekki að spurja því. Neldi það í gólfið. Og aftur frábærar uppgjafir hjá Stjörnunni og aftur er þetta ekki bullandi vandræðum. Átján 14. Það gefur upp aftur. Þóri gerir ágætlega núna. En það ná ekki að gera sókn úr þessu. Og aftur miðið sókn með Stjörnunni. Fín vörð hjá Þóri þarna. Heili í blokkina. Brynja í blokkina. Þarna var Svo Brynja. æst þarna. Full æst þarna. Blokki fín hjá afturheldingu. 18-15. Heili uppgjöf, nei. Gjöfið þarna. Sett í netið. Hefði þurft að láta kné fylgja hviðið þarna. Já, Aðeins að pressa betur á Stjörnuna. Við vikið þá Stjarnan komin aftur með 4 stiga forskot. Veilina með Móttaka. góða móttöku. Fjóla tekur Einar þarna. Ástildur. Kristína Við erum að lauma þessu. og Heili úr afturlínu. Já, Sóley, fín vörð hjá henni. Ragnheiður. Já, þetta er flott skorpa á lauma. Það þarf einhver að taka á skarið og lemja þetta. Já, Ragnheiður gerir það. Neglir þetta í blokkina út. 20-15. Brynja uppgjöf. Flott Elína. móttaka. Fjóla Hittir rétt ekki úti. völlinn. Og þá gerir afturskiptingu. Já, Steinunn kemur inn fyrir Þórey. Sjá hvað Stjarnan gerir þá. Hvort þeir haldi áfram að gefa á þetta svæði. Það er ekki ólíklegt. Já, þetta setti Brynja aðeins úr jafnvægi. Hún þurfti að fara að hugsa upp og neitt. Náðu að trufla hana þetta í taktinu. Steinunn Guðbrandsdóttir er í uppgjöf. 21-16. Og vandræði móttöku á Stjörnunni, en Rósa og Ragnheiður. Elína. þetta er í blokkina, blokkin tekur þetta á. Vel Fjóla gert. potur þessu yfir. Þarna, Og þarna er hún í netinu sýnist mér. Aðeins og gráðug. aðeins og gráðu þarna. Flott. Lágar þarna hjá Ragnheiði. Snögg þarna þegar Fjóla tróð boltanum niður. Og Ástildur í uppgjöf. Steinunn Já, það er Og Elína. Settir boltan á Steinunni. Vel gert hjá Stjörnunni. glæsileg barátta hérna. Og Elína. Já, góð lauma þarna. Það var háarnir aðeins og fljótt. Svo
Sóknarleikurinn í Aftureldingu ekki alveg nægilega góður. Í fyrstu rinni. Það þurfa aðeins að gera betur. Frábær uppgjöf. Fjólum. Kom loksins auðvelt stíg fyrir Aftureldingu. Munurinn núna eru ásatnir hjá Stjörnunni. Új. Frábær uppgjöf. Tveir ásar í röð á Fjólum. Nóg eftir hérna. Brynja. Lagi móttaka þarna. Ragnheiður. Vel gert þarna hjá Ragnheiði. Slær þetta í blokkina á. Lágarnir ekki nægilega vel að verði þarna. Stjarnan losnar aftur þarna á hlaupinu. Sennilega búinn að byggja upp nógu mikið forskot til þess að halda þessari hrinnu. Rósa, uppgjöf. Erla komið fram, 23-19. Fín móttaka. Flott móttaka þarna. Velína, glæsilega svo. Sóley í þessu. Og Erla, þessi úti. Einhverjum eitthvað illa. Já, þetta var allavega ekki gott slag. Nei. Þriggja stefnur. Síðasti séns hérna hjá Aftureldingu. Erla og Ragnheiður. Já, þetta er tækifæri Aftureldingu. Heilín, laumar. Já. Og undir dekkunarna. Stíg. Hann nóg eftir þetta hnikar. 2 stíg sem munar núna. Spurning hvort að Stjarnan tekur leikli. Já. Nei, ekki strax. Matti er ekkert orðinn órólegur á hliðarlínunni. Fulla trú á sínu stelpum. Já. Erla í blokkina. Önnur sókn hjá Stjörnunni. Ragnheiður. Já, þetta er inni. Sá ekki hvort hann fór í blokkina þarna eða hvort hann var bara og stuttur fyrir afturlínuna þarna. og 4-21. Fín móttaka. Velína fær hann fyrir aftan. Og Sóley, fína vörn. Brynja laumar. Mikaela. Vel gert. Og Heili fær þennan. Laumar, Sóley. Góðan varnarleik hérna. Aftur lauma. Misskilningur hérna hjá Aftureldingu. Og Heili. Gera vel samt. Flott hávörn. Og keifa þennan. Velína. Laumar. Þetta er flott Glæsileg skorpa hérna. Brynja. Enn er laumað. Og Heili. Og Erla lokar. Og þetta er seiling. Já. Þetta var þarna var hún á gráðu. Þessi bolti hefði sennilega dottið hinum einn. Svona miðað við hvernig við sáum þetta hérna allavega. Já. Æsingurinn er fullmikill þarna. 24-22. Það er Aftureldingu að stela þessari hrinnu. Heili. Og móttaka. Mikaela. Góð uppgjöf, finna ég. Sigdís laumar. Rósa á Erlu. Í blokkina út. Og klárar hér fyrstu hrinnu. 25-22. Já, fín hrina hjá Stjörnunni, sérstaklega í upphafi. Afturelding gerði gott áhlaup á þær hérna undir lokin, settu smá press á þær. En Stjarnan tekur fyrstu hrina. Og það verður kannski að svona kannski situr þetta frí eitthvað í Aftureldingastelpunum. Það þurfa að rífa sig í gang núna. Páskafríð er búið. Kíkjum aðeins á stigaskori hérna úr fyrstu hrinnunni. Þá er Stjörnumegin Ragnheiður stigahæst með 6 stig. Erla Rán með 4. Brynja og Dýrleif með 3 stig hvor. Hinum megin er það Fjóla sem er stigahæst með 4. Heili með 3 og Sigdís og Velína með 2 stig hvor.
Já, Stjarnan er með 8 ása. 8 uppgefa stig í fyrstu hinu. Það munar minna. Já. Ekki bara létt stig, heldur líka svona niðurdrepandi Já, algjörlega. fyrir andstæðinginn. Taldi magnað að það eru bara 8 menn á 8 leikmenn á skýrslu hjá Stjörnunni meðan að það eru 12 leikmenn hjá Aftureldingu. Já, en spurning ef að þessi leikur verður jafn og spennandi og langur, hvort að það muni þá ekki gagnast Aftureldingu. Það er nefnilega spurningin. En það þarf að vinna 3 leiki í þessari rimu í undanúrslitunum. Næsti leikur er á Álftanesi á laugardaginn klukkan korter yfir 3 og síðan sýnum við 3. leikinn hér á Sport TV á mánudaginn 9. Þannig að það er mjög þétt spilað núna undir lokin, bæði kvennaleikir og kallaleikir hinn daginn. Já, hann er bara spilað nánast á hverju degi. Já. Til skiptis. Og úrslita leiki kalla hefjast núna á 3. daginn, þar sem að KA og HK spila. Koma inn á milli í úrslita viðureign kvenna, undanúrslit viðureign kvenna og Þannig að það er nóg að gera fyrir Blag áhugamenn næstu daga og vikunar. Og flest allir leikir á virkudögum klukkan 8 eða 6 og 8 en helgar svona í kringum 2-leytið, eitthvað svoleiðis. Það eru konum megin við. Þannig að menn geta verið stiltir inn. Það er spurning hvort að Afturelding gerir breytingu. Já, mér sýnist það. Mér sýnist að Steinur muni byrja hér í annar hreinu. Já, Stjarnan spilar sama byrjunarliðið áðan. Já, þær eru svo sem bara með Heiðrúnu. Já, það breyta varamaður. Sem varamann. Það getur nú verið varasamt að skiptunni inn á Ef einhver meiðsli. Ef einhverjir aðrir meiðast Já. að vera búið með skiptingar þar. Það er vant með farið með þennan eina varamann. Einmitt. Það er ekkert öfundsvert hlutskipti sem að Matt Gibson er með þarna á hliðarlínunni. En við erum fann í gang. Það er flautað þarna. Nei. Jó, það er Útlis sendiröð á Stjörnuna. sendiröð. Það voru greinilega ekki alveg með á hreinu hvar er átt að byrja. Og þægilegt fyrsta stig fyrir Aftureldingu. Frábær uppgjöf. Mikaela með flotta uppgjöf. 2 auðveld stig hér hjá Aftureldingu. Í upphaf annar hreinu. Það ætti að kveikja aðeins í þeim. Erla hrumur honum en glæsileg vörn hjá Kristínu. Glæsileg vörn þarna. Erla heitar hann á línuna núna og Hailey bombu. Frábært smash hjá henni. Algjör negla. Bomba hjá Hailey Hampton. 3-0. Sterk byrjun hérna hjá Aftureldingu í annar himni. Og Erla. Nú er Erla farin að fá fleiri bolta. Treður þessu í gegnum blokkina. Fyrsta stig Stjörnunar hér í annar himnu. Ragnheiður Tryggva í uppgjöf. Góð móttaka hjá Viljunu og Steinun setur hann út. Út. Ragnheiður aftur. Þessir í netið.
Þetta flott byrjun hér í afturheldingu. Þessi hins vegar aðeins út manna. Tvær uppgjafir hér í röð. Forgörðum og liðunum. Sjáum þetta Dýrleif geti komið hann vinnavöldin. Fengið smá spil hérna. Nei. Uss. Bara hittir alltaf gólfið. 5 metra út. Ekki var þetta nógu góð uppgjöf. Nei, ok. Sigdís. Já, Hvað er það ekki verið hérna? Já. Flott móttaka og Ragnir, þarna. já. Þessi bolti aðeins og hár fyrir Rósum. Það var ekki að krafla frá netinu. Sex 3. Aftur frábær uppgjöf. Glæsileg uppgjöf. Brynja fimpast þarna við það þegar boltinn fór í netið og heitt hann síðan ekki. Já, þetta Þess úti. Já, þarna tók Brynja sér sinn og það væri úti. Já. En þetta hefur svolítið snúist við. Nú uppgjöfurnar hjá afturheldingu að hitta á réttu staðina. Stjarnan svona aðeins að ströggla. Upphaf annar hinu. Fín móttaka þarna hjá Steinunni. Góð vörn hjá Stjörnunni. Brynja í. Og Háardi góð. Og að bjarga þessu. Og Brynja slæðir þetta á frábær vörn þarna. Afturheldingu en náði ekki að bjarga þessu samt. Fín sókn hjá Stjörnunni. Ríkamennir í 2 stig. Góð uppgjöf þarna. Já, flott móttaka. Og Velína laumar. Afstildur eru þessum. Rósa á Erlu í afturlínu. Mikaela og Krissi spilar upp á Hailey. Hailey er með neglu aftur. Aftur kemur þvílík bomba. Ekkert af þessu hjá Hailey Hampton. Já, þarna virðist blokkin verið að gefa henni full mikið. Góð uppgjöf. Og Brynja. Þessi var úti. Þetta bara út. Já. Aftur Hailey, góð uppgjöf. Erla, lausan bolta. Lauma. Glæsileg lauma. Já, vel gert hjá Rósu þarna. Úff, dotti nálægt netinu. Og það. Já, Raxi í neti. Já. Annar bolti var pressað þarna og nálægt. Nú er það afturhelding sem er að fá auðvöldu stíðin. 5 stegumur. Brynja, Kristína, Mikaela og Velína. Setur hennan langt út. Langt úti. Ekki gott slag hjá henni þarna. Brynja kom uppgjöf. Þarna Stjörnu. Stúlkur að fá smá kraft í sig aftur. Erla. Frábær vörn þarna. Skýtur Krissi hérna niður. Melda hana niður þarna. Og Ragnheiður. Glæsileg lágverð þarna hjá Sóleyju. Og aftur. Tekur hún hann. En þarna er dæmdir 4. Já. Eitthvað misti ég af þessu. Það virtist ekki hafa slegið hann í háverðina, heldur í nettið þarna. En flott barátta. Engu síður. Sóleyja hýrða hana vel upp úr gólfinu. 5 stiga munur. Og móttaka Ragnheiður.
Heili, Laumar, Erla sá þetta og Ragnheiður, Laumar, Já, Brynja takkoskari, Erla Laumar, og Fjóla. slær út. Já, Þessi boltar svolítið langir, svolítið langt út hjá Mikaelu. Fjóla þarf að sækja það svolítið langt. Það ekki að stýra það kannski alveg nógu vel. Ástildi með flotta uppgjöf. Steinun. Bjarga þessu. Tækifæri á Stjörnunni. Dýrleif, tekur hann með vinstri þarna. Var ekki nógu góð svo. Steinun. Og Hávarnir hins vegar frábær. Rósa og Dýrleif. Lókuð þarna á Steinunni. Stjarnan búin að minnka niður í 3 stig. Ástildur gefur upp. Nei. Sló þennan niður bara. Já. Þá er það Fjóla Rut í uppgjöf. Hún átti nú 2 ásæðina á þann. Ragnheiður. Nei, kærulaust þarna. Þessari stöðu, þá þarf bara að koma boltanum yfir. Treysta á blokkina. Hún getur ekki sótt almennilega. Új. Þarna hitti Fjóla boltan illa. Rósa komin í uppgjöf. Erla komin fram. Fín móttaka þarna á Steinunni. Heili. Sóley og Erla. Új, langt út. Sóknarleikurinn hjá Stjörnunni ekki alveg nógu beittur. Núna. Æsir eitt blokk þarna hjá Sigdísi. Þetta var seiling. Það er hann í afturlínu. Já. Misti boltan yfir nettið og það er leikhlé. Það er Mark Gibson sem tekur leikhlé. Þeir eru Stjörnuna í stöðinni 15-9. Þessi önnur hérna hafa einkennst svolítið af mistökum. Það var bara ég. Nei, það er bæði lið að gera mistök en svona stemningin hefur var svolítið eftir á vallarhelmingnum. Stjarnan tók hann ekki með sér yfir. Nei. Já, það er spurning. Það er oft þannig í blækinu að vallarhelmingurinn skiptir oft máli. Já. Það kemur að svona. Eins ótrúlegt eins og það hljómar, þá hefur það oftar en ekki gerst. Já. Í jöfnum leikjum allavega. 15-9. Afturöldi komið hér með 6 stiga forskot. Komið 9 mistök hjá Stjörnunni. Já. Það er ansi mikið. Frábær undirvörð þarna hjá Steinunni. Góð blokk hjá Stjörnunni. Og Erla. Frábært uppspil þarna hjá Rósu. Mikaela. Mjög erfiðri stöðu. Gerði vel. Og enn er sóknin hjá Stjörnunni ekki að skýla í gólfið. Þetta er of erfitt hjá þeim. Þurfa á margar tilraunir. Já. Vörður í afturheldingu á auðvelt með þetta. Heili. Og þetta er bara að negla. Blokkinn er ekki að halda við þetta. Treður þessu þarna niður með netinu. 16-10.
Steinir komin uppgjöf. Svart uppgjöf hjá henni. Og Erla Já, slær bara ekki neitt fast en Nei. bara hittir á réttan stað í hendunar á Viljunu. setti þetta bara í blokkina hana. Þá kemur skipting hjá Stjörnunni. Það er Nú kemur uppgjöf fyrir Tillöfu. Já, fín uppgjöf, góð móttaka móttaka. eins og þar. Já, Heiður gerir vel hana. Það er bjargað þessu og Erla setur þetta aftur í blokkina. Út. Er að slá hér utanverða blokkina hjá Viljunu. Þessi er rétt út. háfínt út. Sautján 12. Stjarnan er ekki að minnka þetta nógu mikið til að setja pressu á Aftureldingu. Það er frábær uppgjöf. Ná að redda þessu. Nú þarf Afturelding að klára þetta. Fjóla Já, með góða gera það sókn á er. miðjunni. Mikaela fann hana þarna. Átján 12. Sigdís uppgjöf. Laus uppgjöf og bara algjörlega steinsófandi. Stjörnusúlkur þarna. Það langaði bara engum að fara í þennan. Nei, 19-12. og aftur frá flott uppgjöf. Brynja í vandræðum. Afturhelding refsar. Já, uppgjöfnar hjá Afturheldingu miklu betri núna heldur en í fyrstu rinnunni. Þær eru að ná að pressa móttökuna hjá Stjörnunni. Og Matt tekur leiklega. Stjarnan þarf svolítið á því að halda að eiga góða móttökuleik. Það er kannski ekki þeirra sterkasta hlið miðað við hinn liðin í deildinni. Já, maður þarf að stoppa þetta rönn hjá Sigdísi. Það er komið 5 stig í röð hjá Aftureldingu. Já, 2 rásar hjá henni. Það er erfitt að festa svona lengi í sömu stöðu. Nú var Matt örugglega bara að segja að ná boltanum hátt upp og klára. Ekkert vera að tvína hann neitt við hlutina. Nei, það hljómar einfalt. Skulum sjá hvort að framkvæmdin er eins einfalt. Nei. Brynja er bara farin í móttöku Já, og þær finna það Aftureldingastelpur og minnum vantilega að halda áfram að hamra á hana. Já, þarna kom þetta hjá henni og Erla hittir ekki völlin. þessi er úti. Já, Stjarnan svolítið að kasta frá sig þessari hrinu bara. Ætla, Já, ansi lítið að frétta hjá þeim núna. já. Það þurfa ná smá tempó í þetta hjá sér. Erla slær boltan í nettið. Þetta er svona vísbending að menn séu búin að gefast upp. Og Aftureldingu vantar 1 stig til að klára hérna aðra hreinu. Rósa. Brynja. Já, þá geti svo Sigdís spilar upp á Hailey. laumar. Brynja.
Góð vörn þarna. Þetta var fínt stig hjá Stjörnunni þarna. og 24-13. Fín móttaka. Heili með neglu. Klárar þessa hreinu 25-13. Allt annað að sjá til afturheldingarliðsins núna í annarri hreinu. En við skulum taka okkur smá pásu fyrir þriðju hreinu. Jæja, þá erum við klár í þriðju hreinu, staðan 1-1. Fyrsta hreinan fór Stjörnumegin 25-22. Afturhelding tók aðra hreinu nokkuð afgerandi áðan 25-13. Sjáum hvort liðið hefur betur hérna í þriðju hreinu. Já, nú þarf Stjarnan að byrja vel. Þeir þurfa að koma að krafti í þessa hreinu. En Steinunn með flotta sókn þarna, slæðir blokkinn út. Tekur fyrsta stigið fyrir afturheldingu. Góð uppgjöf þarna hjá Mikailu. Brynja með fína móttöku. Ragnheiður slæðir þetta bara út. Langt út. Já. Þetta er ágætis uppspil hjá Rósu. Kannski verið að reyna að hita blokkina þarna. Þetta var allavega vel út. Já, Brynja er að gera betur núna í móttökunni. Heili
Þeim var bara beint í hendunar á Ragnheiði og Erla. Flott móttaka hérna hjá vörð hjá Kristínu. Erla aftur og Glæsileg vörn aftur hjá Mary Afturelding að verja vel. Ragnheiður, Krissi, Vörnin hjá Steinunn. Aftureldingu góð og Rósa hana náði að lyfta þessu boltu upp en Ragnheiður og Brynja ekki nógu snöggar. Og eftir þessa löngu skorpu þá situr Stjarnan eftir 3-0, þannig að þær verða að fara að klára sóknin þar. Sigdís, góða miðjusókn þarna. Flott sókn þarna hjá Aftureldingu. Þær eru mun beittari fram við netið heldur og Stjörnustelpur. 4-0. Það var ekki í byrjunni sem að Stjarnan var að vonast eftir. Og enn eru þær að verja í afturlínunni. Góð sókn þarna. Og Hailey. Og í blokkinu út. Frábærlega spila hér í Aftureldingu. Og Matt tekur leiklið. Já. Þetta það er ágætt sparátt á í Stjörnustelpuna, það eru ekki að fá neitt út úr því. Nei. Sóknin er svona, hálfbitlaus hjá þeim. Eða vörnin hjá Aftureldingu góð, það er spurning. Það er ekki bara að blanda af hvoru tveggja. Já, nú maður sjá það að Afturelding er að verja mun betur í afturlínunni núna heldur að voru að gera í fyrstu rýmni. Já. Þannig að þeir eru greinilega búin að stilla sig aðeins af betur. Nú rúlum aðeins yfir stigaskori eftir fyrstu tvær hirðarnar. Erla Rán stigahæst í Stjörnunni með 7, Ragnheiður með 6. Hjá Aftureldingu er það Hailey og Sigdís sem eru stigahæstar með 8 stig, Fjóla Ruth með 6. Áhugavert að sjá að Ragnheiður er þarna með stigahæstu mönnum hjá Stjörnunni. Hún spilaði náttúrulega nánast ekkert hér í haust. Nei. Þegar að útlendingarnir voru að spila. En hún hefur heldur betur komið sterk inn núna eftir áramótin. Það er bara orðið líkinn maður í þessu liði. Já, hefur átt hrikalega fína innkaupi hjá Stjörnunni eftir að Sophie og Rósalind fóru. Þarna kom fyrsta stig Stjörnunnar. Fín háörn hjá þeim. Og vandræði móttöku í Aftureldingu. Mikaela gerir þetta frábær vörn þarna hjá Sóley. Glæsileg vörn þarna. Negla hjá Hailey Hampton. Sóley á að kasta sig fyrir. Stjarnan á að stela stýru. 5-2. Já, fín móttaka. Og Hailey Þessi er út. Já. Engin snerting. Hélt hún væri að ná þarna blokkinni. Það þarf hún að slá hátt til þess að slá yfir Erlu. 5-3. Og Ragnheiður hittir ekki völlinn. Þetta eru boltarnir sem voru að detta inn á völlinn í fyrstu hrinni hjá Stjörnunni. Það eru að missa þessa bolta aðeins út núna. Og Steinunn í uppið. Vandræði móttöku. Og Sigdís nýtti sér það. Já, refsar þeim þarna. Steinunn, aftur. Og móttaka. Já, Sóley. Frábær miðjusókn hjá Stjörnunni. Dýrleif þarna. Neglir hennar í gólfið.
fín uppgjöf. Góð móttaka hjá Steinunni og Velína. Og góð vörð hjá Gullu þarna. Brynjar laumar beint í lúkurnar á Sigdísi. Og Heili slær þetta í blokkinu út. Heili að eiga góðan leik hérna. Já. En það var það nauðsynlegt fyrir Aftureldingu að hún ætti góðan leik. 8-4 og Sigdísi í uppgjöf. Ragnheiður og Brynja. Brynja slær út. Sá hann að móttökulínan hjá Stjörnunni var dálítið framarlega, þannig að reiknuðu örugglega með styttri bolta frá Sigdísi en hún setti kraft í það og þær voru svona á hlaupum aftur á bak þegar það tók á móti. Þannig að þær eru eitthvað að reyna að lesa hana. Ástildur, þetta inni. Miðjusóknin hjá Stjörnunni aðeins að vakna til lífsins. Erla komin í uppgjöf. Já, fín uppgjöf henni, vandræði hjá Aftureldingu. Mikaela gerir þetta gríðarlega vel. Það er að búa til sóknaða úr vonlausri stöðu. Mikaela og Fjóla. Hópa miðjusókna. Góð vörn hjá Stjörnunni. Fjóla fær hann aftur. En ná ekki að verjast. Og segir Fjóla að þetta þarf ekki að vera fallegt. En þetta var stig. Hann landi þetta í nettstrengin þarna. Rósa réð ekki við það skoppið sem að boltinn tók hana. 10-5. Uss. Já, það var Rósa klaufi. Já. Misti þennan út til hliðar. 11-5. Þessi var beint í netið. Það var Stjarnan að fá málöp. Þau eru á því að halda hérna. Brynja. Fín móttaka á Velinu. Háarni, nei, ná ekki að klára þetta. Boltinn út af. Já, Velin er að fá uppspilið þetta langt frá netinu, hann gerði þetta vel, sló í blokkina út. Sóley vandræðum móttökunni þarna. Vá, þessi er allt of langur þarna hjá Ragnheiði, Erla bjargar því. Þetta er ónálagt. Þær eru að leysa þetta mjög illa hérna, Stjörnustelpur. Þær eru í bullandi vandræðum og bara svona grunnatriði sem þær eru að klikka á. Þetta er alltaf óvanalegt fyrst mér. Já. Bara baggir hingað og þangað. Og mikið af klaufalegum mistökum hjá þeim núna. Það er að taka til í hausnum núna. Á blokkinn, tekur þetta. Spurning hvort að Stjörnustelpur séu búin að missa trúna á þessu. 14-6. Eftir að hafa unnið fyrstu hrinuna. Móttakan enn í bulli hjá Stjörnunni. Já, gengur ekkert upp þessa stundina hjá Stjörnunni og Matti er orðinn eitthvað þreyttur á sig og tekur leiklega. Ekki setna vætna. 3 blokkstig hérna í röð hjá. Já, það er lokað vel á þær. Og þær eru bara í, eins og ég segir, bara í bullandi vandræðum. Og er að leysa stöðuna mjög illa, eins og staðan er núna. Þeir eru svolítið að skora stíginn fyrir Aftureldingu. Fimmtán 6. Já, nú þarf að taka til í hausnum
hjá Stjörnunni. Það var smá trú á verkefninu. Já, það er allt til að gefa þessu séns. Það er ekki að leggja árar í bát strax. Maður hefur nú séð ýmislegt gerast. Í móttaka þarna, hún sá að Erla komin í móttöku. Rósa laumar og Mikaela laumar. Og hvað? Já, hún er í afturlínu. Sennilega þarna. Já. Eða hvað? Nei, hún er þarna frammi. Já. Ég skal ekki segja. Nei, það var allavega enginn sem að kvartaði yfir þessu þannig að hann dæmdi allavega seilingu þarna. Já, að meðan er ástættur í uppgjöf 17-5, nei 15-7 með talnablind. Blokkin vel á verði þarna í Stjörnunni. Og Steinun Og þessi er úti. hamrar þennan út. Já, neldi þennan bara út. Einn stig á Stjörnunni. Ástildur með góða uppgjöf, frábær móttaka á velinu. Þetta er nú sennilega tvíslag. Brynju, já. Það var svona frekar gróft. Þegar maður er komin á þetta level. Fjóla í uppgjöf. Ragnheiður laumar, Sigdís, Mikaela á Hailey. Guðsbolti yfir. Rósa Og laumar þarna hjá Rósu. Vel gert þarna. Áhörnin ekki vakandi þarna fyrir þessu. Mikilvægt stig. Og nú er Rósa komin í uppgjöf sem er þeirra sterkasti uppgjöfamaður hjá Stjörnunni, myndi ég ætla. Móttakan gerir þetta vel. mjög góð. Steinun slag. Glæsileg slag hjá Steinunni. Já, Sóley vel á velið þarna. Erla með laumar. Stjarnan þarf virkilega á því að halda núna að Erla tækja á skarið. Það er ekki verið að sína neitt stjörnuleik hérna miðað við marga aðra leiki núna eftir áramóti sérstaklega hjá henni. Það er að skora gríðarlega mikið. Glæsilega gert þarna hjá Mikaelu. Fín lauma þarna en löngu færi og finnst að einhvern veginn að Stjarnan eigi að ná þessu. Já, það hafa nægan tíma. En Brynja í Já, þarna var Rósa í afturlínu og blokkaði hann. Dæmir hann, já. Hún er eitthvað ósátt við. Veit meina hann hafði ekki farið yfir netbrún. Já. Ég skal ekki segja að við sjáum það nú ekki alveg hérna nógu vel. En hún var nú samt býsna hátt uppi, býsna nálægt boltanum allavega þegar hann kom yfir. Erla. Hanna kom skellur hjá henni en Afturelding bara tekur á móti þessu. Og netdæmt á Stjörnustaflu. Já, það einhvern veginn gengur ekkert upp hjá þeim. Nei. Enn og aftur vörnin hjá Aftureldingu er að pikka allt upp sem að sóknin hjá Stjörnunni er að gera. Og býtum nú við hvað gerist nú. Og þetta er ekki gott mál fyrir Stjörnuna. Þetta er Rósa. Mér sýnist Rósa liggja hér á gólfinu sárkvalinn. Þannig að misti sig.
Og það skelfileg staða. Já, við sáum ekki hvað gerðist þarna. Rítarinn að Spyrja hvort að Mundína sjúkraþjálfari í Aftureldingu fær að koma og kíkja á þetta. Við sjáum að Rósa Ríg heldur þarna í dýrlegu. Já, hún Koma klakanir. mjög ólíklegt með þessar myndir að hún sé að fara að spila meira í þessu leik. Það spurning hvað. Heiðrún ekkert búin að fara, Hún ekki búin að koma inn á. ekki í þessari hreinu. Nei, En það þá spurning hvað þær gera. já. Spurning hvort að hún komi bara inn og spila upp fyrir þær ef að á þarf að halda. Eða hvort þær taki bara svona old school snúning. Gæti líka verið að það spili bara í miðunni. Já, Ha. það geti alltaf skemmtilegt. Uppspilun í miðunni, það gæti nú sett Aftureldingu úr skorðum. Já, já. Það tekur alltaf tíma að aðlagast. Það er hægt að taka miðjublokkin alveg úr sambandi og Já. En þetta hrikaleg tímasetning fyrir Stjörnuna ef að Rósa verður eitthvað frá. Vonandi að þetta sé ekki of alvarlegt. nei, nú kannski helsti möguleiki þeirra í staðinn kannski Birta. En hún ekki á bekknum hana, ég veit ekki, hún einhvers staðar erlendis. Já, hún erlendis. Já, auðvitað ef að þetta slæmt hjá Rósu þá það náttúrulega auðvitað fyrsti kostur. Já, það spurning hvort að. En segðu mér nú vil ekki hljóma of þurr og leiðileg, en hvernig eru reglunar þegar einhver meiðist? Veistu, kanntu þær alveg? Nei. Hvað fá þær 3 mínútur eða? Já, það fá einhvern tíma, já, til þess að hérna. Og svo held ég að það sé nú sko leyfilegt að sveigja fram hjá skipti reglunni. Ef þú ert búin að gera allar skiptingar Já. og einhver meiðist að þá fáir rauninni leyfi ef þú ert með varamann, þar að segja. En ef þú ert náttúrulega ekki með varamann þá náttúrulega, og ég held að líbirón megi aldrei koma inn sem leikmaður sko. Mér minnir það sko. En ég nú ekki alveg klár á þessu. En þær þurfa klárlega að gera skiptingu og Rósa ekkert að fara að spila meira í þessum leik. Það alveg klárt mál. Sendum henni bara batakveður. Já, við vonum að þetta sé ekki það alvarlegt að hún geti ekki komið tilbaka í næsta leik. En spurning hvort að Matt taki leikli og hérna. Já, það hlýtur það ekki að vera. Já. Aðeins til að ákveða hvað næsta það skref. Kannski skynsamlegt. Það kannski skynsamlega í stöðinni að hérna, taka leikli og aðeins fara yfir planið. Hann verðist nú ekkert vera að fara að gera það, eða hvað? Nei, spyrjum sendiru þarna núna, hver að gefa upp. Já. Við viljum að gera leikmenn haldi sér heitum, við viljum ekki fá fleiri meiðsli þarna. Nei, Rósa var örugglega í uppgjöf. Já, Rósa var í uppgjöfastöðu, þannig að það sýnist bara að Ragnheiður ætla að fara að spila upp. Já. Já. Og við byrjuð aftur Mikaela. Mikaela. Ás hérna. Bara byrjar þetta á engri miskunn. Nei. Og skal
Skal láta knið fylgja kviði í þessu. Ekkert að fínuna við hlutuna. Nei. Strax í næsta. Já. Fínt uppspil á Ragnheiði þarna en blokkir vel á verði. (21:10). Já, það þurfa kannski aðeins að bara svona finna taktinn núna Stjörnustelpur. Þetta var nú klaufalegt þarna hjá Sigdísi. Já. Hann dragagangur hérna á afturheldingu. Erla. Fær Erla alla bolta. Og Hailey. Frábær vörn hjá Sóley, já. en Maður er ekki að stýra honum. Nei. Maður er rétt að stað. hún er að staðsetja sig vel hérna á línunni. Er að ná að klukka megnið þessu boltum sem koma hérna niður eftir línunni. Já, fín miðjusókn hérna hjá Stjörnunni. Þessi er úti. Út fyrir antennuna hérna. Já, Ragnheiður bara að leysa þetta vel. Já, já. Og fer síðan í uppgjöf. 11:22. En það verður nú ansi erfitt fyrir Stjörnuna hérna af. Spurning hvort að þetta hefur áhrif á afturheldingu að það slækja eitthvað á. Þetta snerti, nei, fannst þetta fara í steinunni þarna á leiðinni niður en það var sennilega ekki rétt hjá mér. 23:11. Þessi hrinna er farin frá Stjörnunni og þær þurfa að hugsa. Matt þarf núna að hugsa hvernig hann ætlar að stilla upp í næstu hrinnu. Brynja, hvað slært hann í antennuna? Já, sló þetta í antennuna þarna. Og afturheldingu vantar 1 stig til að vinna hérna þriðju hrinnu og vera þá yfir 2-1 í þessum leik. Og þar kemur bara úr ás. 25:11. 2-1 fyrir afturheldingu og uppspilar Stjörnunar Rósa Dögg úr leik í þessum leik. Þannig að þetta verður erfitt. Það er ætlar að reyna að halda á henni yfir hérna. Yfir, það er ætlar að láta hana vera á bekknum hjá sér. Já, já, já. Það gefa hana yfir til afturheldingar, neitt. Það er gott að eiga góða liðsfélaga svona að halda á manni Já. á milli hrinna. Já, nú er forvitið þetta að sjá hvað Stjarnan gerir. Annarkvort brotnaðar gjörsamlega niður eða þá að það bara kemur eitthvað nýtt líf hérna. Já, oft virkar svona sem vítameinsprauta fyrir lið og svona þar hafa reynir svona engu að tapa einhvern veginn og bara keyra þetta í gang. Já, og afturhelding kannski svona í huganum kannski búin að vinna þetta svolítið. Já, þannig að getur verið líka það getur verið hættulegt fyrir þær að mæta og eru kerrar. Já, en Ragnheiður virðist alveg verið að skila uppspilaða hlutverkinu ágætlega þannig að þetta er ekkert búið. Kannski kíkja á stigin. Það er Hailey sem er stigahæst hjá afturheldingum með 11 stig. Sigdís og Fjóla eru með 9 stig. Mikaela er með 6 stig, 4 stig úr ás. Já, Melina er með 4 stig, Steinun með 3 og Þórey með 1. Stjörnumegin er það Erla Rán sem er stigast með 8 stig. Ragnheiður með 6. Dýrleif með 5. Brynja með 4. Rósa 3 og Ásthildur 2. Kannski sem að maður tekur fyrst eftir að Erla er rosa stigalág.
kona sem að skora 36 stig stundum í legg með 8 stig í 3 hinnum. Já, það er bara ekki neitt. Það er bara alls ekki nóg fyrir Stjörnuna. Nei, alls ekki. Ásthildur heldur ekkert að nýtast að miðunni með 2 stig. Og sjáum líka að Stjarnan fekk 8 ásár uppgjöf í fyrstu hreinu en hafi ekki fengið einn einasta eftir það. Já. Og sem að segir okkur það að móttakan hjá Aftureldingu hefur kannski aðeins stillt sig af. Náða að loka í göttin. Já. En þær eru að gera sig reiðubúnar fyrir 4. hreinu hérna upp í Mosó. Já, við sjáum að Heiðrún kemur bara á kantinn með ekki. Sýnist að Ragnheiður Erla spilar sem 10. Heiðrún kemur á kantinn á móti Brynju. Enga breytingar hjá Aftureldingu. Átti kannski pínu vonaði á því að Ásthildur færi á kantinn hana. Já, enda Heiðrún vön á miðjunni. Hún er vanari miðjumaður. Já. En Matti er með einhverja pælingar sem að við veitum ekki hverjir eru. Nei, það er ástæða fyrir að hann er þarna en ekki við. Eigum við það. Og Mikaela byrjar hérna. Já, það er herri á Brynju áfram. Sókn á Aftureldingu, ekki nógu ákveðinn hana. En Stjarnan þarf að skila þessu létt yfir. Og Sigdís slær út. Það var tvær svona misheppnaðar sóknir hjá Sigdísi þarna á miðjunni. Og Stjarnan hafði fyrsta stigið. Þær eru búin að lenda 5-0 undir í upphafi 2. og 3. hreinu, þannig að þær eru að byrja vel hér í... Byrja mjög vel hérna í 4. hreinu. Og Hailey. Frábært skellur hjá henni, enn og aftur. Og þeir eru mjög kraftmikil hér í kvöld. Að lemja fast. Það jafna hér leikinn 1-1. Það er Steinun. Góð uppgjöf. Fín móttaka hana. Og Erla. Gott uppspil hana. Mikaelu og Krissi á Hailey sem að... Neglið aftur, en blokkið tekur það. Skemmtilega gert hjá henni þarna. Hún bara svona tróð þessu bara áfram. Já. Og Erla. Já, hún lemur þetta bara niður. Já. Þetta var virkilega vel gert hjá Erlu þarna. Bara hoppaði þarna jafnfætis og sló þetta bara býsna bratt. Yes. Bara niður á 3 metra línuna þarna. Já, þær eru að ná að hrista þetta aðeins af sér núna, Stjörnustelpur. Þetta er hálffínt út þarna, óheppinn þarna, Dillef. Þetta var hröð og góð uppgjöf. Aðeins og föst. 2-2, Sigdís komin í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Brynja. Já, treður þessu í gegnum blokkina þarna. Já, með flotta blokk á móti sér Hailey og Fjólu. Já. En skipta hana engu máli. Erla í uppgjöf. Stjarnan heldur frumkvæðinu. Og aftur óheppnar þarna. Þær eru að pressa þessa bolta vel aftur. Þeir eru ekki alveg að hitta völlinn. Já, þetta er mistök sem að þær mega bara ekkert við. Nei. Og móttaka þarna við Heiðrúnu. Ragnheiður missir hennar bolta yfir og Mikaela gerir þetta vel. Mikaela þakkar Penn fyrir þetta uppspil. Það er ekki oss sem að uppspilarnir fá svona góðan séns til þess að smassa. Brynja. Já. Krissi, fína vörð þarna. Hailey setur hann auðvitað yfir á Erlu. Og Ásthildur sér úti. Þetta er á langt. Svolítið þarna eins og Ásthildur væri ekki tilbúin að koma í hérna bolta. Hún er svona svolítið sein þarna.
5-3. Brynja gerir vel. Heili og aftur líninu. Risasókn hjá Heili. Frábær negla hjá henni. Þetta var þrususkellur. Erla réð ekkert við þetta. Bara nánast greip fyrir andlitið hana. 6-3. Erla. Tækifæri til að hefna sín hana en slæri netið. Já, hann vantar mikið upp á spilamennskuna hjá Erlu Rán Já. hér í dag. En hún er náttúrulega ekki búin að fá jafn mikið af uppspilum eins og venjulega. Nei, Þannig að hún það hefur heldur ekki verið að skýla kannski alveg eins og hún hefur. Nei. Þetta er svona blanda af tvennu. Kannski var það planið hjá Matta að dreifa hann sóknarþungunum. Já. Og þetta var ekki góð uppgjöf. Þetta var bara mjög slök uppgjöf hjá Hailey Hampton. Svo ekki sé hana sagt. 8-4. Og vandraði þarna í móttöku hjá Afturheldingu. Új, Og þarna kom ekki gott uppspil á Ragnheiði. Nei, en bolti var líka Já, hann snýrist svo nálagt netinu fyrir hana. Fannst mér. Já, nú þarf Stjarnan að passa sig á því að pressa ekki boltan of nálagt. Hún þarf að fá svigrúm til þess að spila. Új, misskilningur hérna. Tíu fjögur. Já, nú læta Afturheldingastúlkur reyna á Heiðrúnu í móttökunni. Og hún leysir þetta allt í lagi hana. Og er svo boltan. Og Hávardi lokar á hana. Matt tekur leikli 11-4 eftir ágætt byrjun hjá Stjörnunni. Þá er Afturhelding búin að ná öllum völdum á þessum leik. Já, ég held að það sé ansið fátt sem að Stjörnustelpur geti gert. Því það er ekkert endilega það að það sé að spila eitthvað illa. Það bara einhvern veginn gengur ekkert upp. Nei, það bara gengur ekkert upp og Afturhelding er að spila bara virkilega vel. Já. Það er að sóknin hjá þeim er að skila vel og sérstaklega Hailey er að spila mjög fína leik. Komið með hvað 14 stig. Já. Það er 13 úr sókn, þannig að hún er að spila virkilega vel sóknarlega. Og Heiðrún í vandræðum. En spurning hvað áhrif þetta hefur á Stjörnuna í næsta leik. Já, það er alltaf slæmt í þessu að það spila mjög þétt. Já, það er engin tími til þess að jafna sig á milli. Nei. Þannig að ef að þetta er slæm tognun hjá Rósu, að þá þurfa þær eitthvað að leysa úr því. Að spurning hvort það hringi í Guðrún Ásu sem hefur spilað í fyrstu deildinni fyrir Stjörnuna. Já, það er auðvitað líka pæling. Fín móttaka hjá Brynju þarna. Heiðrún slær þetta í netið. Sjáum við Edu er aðeins farin að hreyfa varamennina. Kallar hér Hilmu.
Ásthildur sem var nú leiðin út. Já, Sýndist mér. Jó, frábær skellur þarna hjá Hailey, enn og aftur. Uppspilið heldur nálagt. En þvílík bomba þarna hjá Hailey Hampton. Það sem við höfum séð að þessu í vetur bara 1 og 1 bolti í leik. Við höfum ekki séð hana gera þetta svona stöðugt. Nei. Í mörgum leikjum í vetur og það veit á gott fyrir Aftureldingu ef hún að toppa í sínu formi núna. Vonandi bara þeirra vegna hún að toppa á réttum tíma til úrslitakeppninni. Í móttaka hana í Erlu og Heiðrún. En blokkin lokar algjörlega á hana. 17-4. Þetta ekki tölur sem ég hafi búið sig fyrir fram. Nei. Hilma kemur hér inn fyrir Kristínu. Í móttaka hjá Sóleyju og Ásthildur. Það halda áfram að slá í blokkina. Já, þetta ekki spurning hvernig þessi leikur fer. Bara spurning hversu stórt sigurinn verður hér í þessari hreinu. Þetta upp í loft. Nítján 4 og fyrirlið Aftureldingar í uppgjöf við Elína Apostolova. Í móttaka hjá Brynju. Já, gott uppspil, Ásthildur slær. Mikaela laumar. Glæsileg lauma hjá Mikaelu. Ekki vakandi. 24. Móttaka Heiðrún enn blokkin og loka. Erla Hilma og Hailey. Hún neglir þetta í blokkin út. Hún heldur áfram að fara á kostum hér. Elena gefur upp og vandræði móttöku og henn á ekki að bjarga þessu. 22. stig komið. Já, það var tvennt sem var í stöðinni eftir að Rósa datt úr leik. Það var að koma brjálaði tilbaka eða brotna gjörsamlega og það var það síðara sem gerist í Stjörnunni. Já. 22-4. Það munar bara of mikið það að vera ekki með sinn venjulega uppspilara. Venjulegan uppspilara. Og Ragnheiður auðvitað fyrir þetta næst stigahæsti leikmaðurinn í liðinu og hún dettur úr því núna. Svona búin að vera kannski, já, eiginlega sterkasti sóknarmaður þeirra í þessu leik. Já. Þannig að það var ekki gott að taka hana úr. Þurfa að taka hana úr sókninni. Alls ekki. En þær gera Aftureldingar skiptingu. Dagrún Lóa kemur inn fyrir Mikaelu og Karítas Sýr inn fyrir Hailey. Já, ungu stelpurnar hafa klárað þetta hérna. En Stjarnan, þær ekki búnar fagna þessu stigi vel. Slá þetta í blokkinu út. Þýðir ekkert annað. Nei, það þurfa að hafa gaman að þessu líka. Þórey kemur hér inn. Hefur velinu. Þú hann ekkert að taka henni að sensa. Nei, ekkert allt og miklu að sensa. Einhver hefði byrjað þeirra að skipta inn leikmönnum. Hann byggði upp 15 stiga fórskot og hann fór að skipta. Ásthildur í uppgjöf. Þetta í netið. Þetta svolítið hugafæri kannski sem að setur hennar bolt í netið meira heldur en. Já, held ég. Erfitt að halda einbeitingu í svona stöðum.
En afturheldingu vantar 1 stig hérna upp á til að klára þannig fyrsta leik í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Já, Fjóla eina eftir úr byrjunarliðinu. Heiðrún gerir vel þarna. Og þá fer Fjóla út af og Hilma leysir hann af hér og þá er Nei, Sigdís er þarna inni líka. Já. Það er bara María sem er ekki komin inn á þessu leik fyrir afturheldingu. Með mitt. Verður ónotaður varamaður. Fín sókn þarna. Góð vörn á Erla. Loksins fáum við smass frá henni í gólfið. Þau eru ekki búin að vera allt of mörg. Ég er nú að velta fyrir mig hvort að það geti verið að hún sé að berjast við einhver meiðsli. Það er spurning hvort að hún er greinilega pranka sér eitthvað þarna. En bara giska á það sko. Fæti. Og afturhelding vinnur hérna fyrsta leikinn í undanúrslitunum Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Það þarf að vinna 3, þannig að það er nóg eftir. Næsti leikur liðanna. Þessi lið mætast aftur á laugardaginn, kemur upp í Álftanesi og síðan sýnum við 3. leik þessara liða á mánudaginn klukkan 6. Aftur hér frá Varmá. Já, en við þökkum fyrir okkur í kvöld hérna frá Sport TV. Sjáumst á mánudaginn. Verið sæl. Bless. Skóbomba. Skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það er ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is. Orka frá Ginger. Í salati, vefju, borgara, þú bara ræður. Réttirnir frá Ginger gleðja bragðlaukana. Ginger, njóttu lífsins. Innocent. Náttúrulega ferskir drykkir. Sport FM. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neina, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sér eftir átök.
Fótboltaveisla á Sport TV og Sport TV 2 á laugardaginn 7. apríl klukkan 13:30 Danmörk-Ísland, klukkan 16:15 Noregur-Frakkland. Gulldeildin á Sport TV og Sport TV 2. Já, það fjör. Það verður að spóla fram og tilbaka en myndin góð og það það sem við viljum. Við heyrðum akkurat við vorum að spóla fram og tilbaka í þjóðsögnum okkar. En leikurinn hafinn hér í Södra Arena í Fjell og það verður athyglisvert að fylgjast með gangi mála hér. Alveg á hreinu og Vignir hérna í hjarta varnarinnar og sjáum hvernig þeir eru að koma út með bakverðina á Kent Tønnesen og þetta fríkast og sjáum hérna nummer 24 Kristján Sullivan, hann leikmaður með Magdeburg, feikilega góður og hér boltinn, fínasti varnarleikur í okkur og það bara að halda þetta út. Þetta aukakast og gult spjald á gula spjaldið komið á loft og hann var reyndar ekki lengi að koma þarna. Það var Daniel Þór þarna, já, þetta gult spjald og fyrsta markið komið. Já, Espelí Hansen að skora á þá Aron og hann missir boltan þarna, Daniel Þór. Það var ekki gott og hraða upp Björgvin Páll Gústafsson, hann glæsilega gert Björgvin, frábær markvarsla í honum. Mætir bara hérna á móti Bjarti Mýrhól. Þeir hafa nú ást við nokkru sinnum í þýskudeildinni þegar þeir voru að spila þar. Og Bjarti Mýrhól spila núna með Skenn. Björgvin Páll að fara til Skenn. Þannig að þeir verða félagar þar. Og hér Aron og hann tekinn föstum tökum. Og þá kemur Gísli Þorgeir hér á miðunni. Hann nú ungur, gríðarlega efnilegu, fer til Kiel í sumar. Hér Aron og þetta glæsilegt mark. Já. Ragnar Jóhansson að skora og jafnar metin. Þetta laglega, strákar. Taka norðmennina bara. Það væri nú allt í lagi að vinna á þessum velli fyrir framann stuðningsmenn þeirra. Nú þó nokkrir. Þetta ekki Íslendingar hann? Nei, þetta ekki Íslendingar. Sem ekki segja það. Við vonum það. En hérna, það einhverjir Íslendingar af því ég frétti á svæðinu. Og að fara að hvetja okkar menn. Margir Íslendingar sem búa náttúrulega í Noregi. Og hér aukakast, brotið og Gísla Þorgeir og gulspjaldi. Alltaf gult spjald. Við erum alveg hlutlaus hérna. Bjarti Mýrhól fær gula spjaldið. Sjáum þetta hér. Já, og Guðmundur var að panta og hann fekk þetta. Og þá Ragnar og Aron Pálmarsson í utanverða stöngina. Það gátum við komast yfir. Norðmenn að spila sínu sterkasta liði hér í þessari keppni, gulldeildinni, sínu allra sterkasta. Það ekki neini smá töffar en að hægra megin. Þess vinstri handaskiptur sem hafa Magnús Suð. Þeir eru með Kent Tønnesen og Harald Rankind. Spila með Flensburg, Vestbrem og Ræningur Löfven. Svakalegir kappar. Og þá kemur Espelí Hansen. Það ekki Sakosen sem byrjar.
Þeir sem að hvíla í dag á Íslendingum er Rúnar Kárason og Ágúst Birgisson. Lítilega meiddir og þó ekkert alvarlegt. Spilum við Dani og hér er annað mark, já. Þar kom það. Hann er kominn á blað, Kent Tönnissen, 2-1. Þetta er ruðningur á Daniel Þór. Alls ekki gott þarna. Það er bara áfram með þetta, strákar. Tönnissen. Og þetta er frábær varnarleikur. Bara verja þessi skot hjá þeim. Björgvin þarf ekki að hafa fyrir Sönnisunni.